Á sagnorðaspjöldunum eru doppur, litadoppur, sem eru þær sömu og á sagnorðatöflunni. Grænn fyrir reglu 1 og gulu fyrir reglu 2. Þetta eru veiku sagnirnar eða reglulegu sagnirnar. Svo koma óreglulegu sagnirnar, bleikur fyrir reglu 3, blár fyrir reglu 4 og svo annars konar blár litur fyrir reglu 5 og reglu 6. Þetta eru sömu bláu litirnir. Nú aftan á spjöldunum eru þessar sömu litadoppur en þar koma líka fyrir reglunúmerin. Semst regla 1, regla 2 og svo framvegis. Og þið sjáið hérna í reglu 4 og 5, þar er skástrik og 2 og þetta tengist þátíðinni. Þetta eru upplýsingar þátíðina, hvar þessar sagnir eru í þátíð. Ef við snúum blaðinu við, að þá eru hérna sagnirnar sem eru beygjast eins og regla 2 í þátíð. Þau eru frá 3 mismunandi endingar og hér er þá listi yfir þessar sagnir og þessar 2, sögnin að þvo og spyrja, fá endinguna, sem sagt hérna eru kennimyndirnar, fyrst nafnhátturinn, svo nútíðin innan sviga og svo hérna önnur kennimyndin sem er þátíðin. Og þið sjáið að hérna eru þessar sagnir með reglunúmerinu sem þær lúta í nútíð, þvo og spyrja. Ég ætla að segja meira frá því sem að sést hérna framan á. Hérna eru til dæmis hljóðbreytingarnar sem verða í óreglulegu sögnunum. Það eru alls ekkert allar sagnir sem hafa hljóðbreytingar. En ef við tökum til dæmis sögnina að fara, þá er hún hérna, við sjáum að hún er í reglu 5. Hún beygir svona í nútíðinni, en það þarf meira, æð verður Mjög sjaldgæf hljóðbreyting er hérna verður ei og aftan á þá er ég með upplýsingar hún beygist eins og þessar sagnir í nútíð, það er regla 3 og það eru upplýsingar þessar endingar hérna líka en það er ekki nóg, það þarf líka að vita að verður ei þannig að ég hleyp, hann hleypur. Svo eru upplýsingar hérna sagnirnar sem hafa a í nafnhætti og þar getum við tekið bæði sögnina að fara og líka sögnina að hafa og við getum svo tekið sögnina að dansa þó ég sé ekki með spjaldi til að sýna ykkur að þá sem sagt eru flestar sagnirnar sem þetta á við er í reglu 1 og reglu 3 en hérna eins og sögnin að hafa hún er í reglu 3 en sögnin að fara hún er í reglu 5 þannig að þetta er eina sögnin í reglu 5 sem þetta á við Ok, ef við berum þetta svo hérna dansa, ég dansa en bæði að hafa og fara þar verður æð í nútíð eintölu en svo er það við dönsum, við förum, við höfum en önnur fleirtala í nútíðinni er með a. Veiku sagnirnar verða svo hérna í þátíð fleirtölu. Við dönsuðum, þið dönsuðu og svo framvegis. Fara sem er sterk sögn, hún er allt öðruvísi. Við fórum en sögnin að hafa, semst allar sagnir sem eru blandaðar eins og ég kýs að kalla það þegar það er semst færa signir í reglu 2 í þátíðinni en eru sterkar í nútíð. Hún er við höfðum. Það er sannarlega hægt að semst fara dýpra í það hvað sagnorðataflan býður upp á en ég ætla að láta þetta
duga þó að ég ætli að nefna hérna að til dæmis sögnin að fara. Ég benti á að það eru kennimyndirnar koma hérna fram og líka hljóðbreytingarnar og hérna það kemur fram að þetta er hljóðskiptaregla númer 6 og sögnin að fara er hér. Þannig að fara, fór, fórum, farið. Þessar upplýsingar hvað þetta er, hvað þessar kennimyndir standa fyrir, þær eru hérna líka í þessari töflu hljóðskiptaraðir sterkra sagna.